Þorsteini og Jensi kærlega fyrir í bili, en þau verða auðvitað með okkur umræðuna eftir og ég hef mestar áhyggjur að ég yrði ekki nóg af spurningum, þannig að þetta byrjar rosalega vel og við ætlum að vera saman áfram við 30 mínútur þar sem við erum að gefa tíma fyrir spurningar og umræður. Þið getið bæði verið að vísa spurningum til Þorsteins og Jensver og Vilborgar og mín og Auðuns hvað hægt að gera í kerfinu. Það kom spurning áðan varðandi að geta séð hlutina eins og nemandinn sér og það akkurat það sem við erum að vinna í núna og þetta eitthvað sem við erum búin að vera að fá óskir frá mörgum skólum og þetta eitthvað sem kemur til með að birtast í einhverjum vormálum og þeir getur bara hoppað yfir og séð hvað nemendur sjá hvernig allt birtist sem þið setjið inn í kerfi. En þannig að Vilborg, gjör það svo vel. Það gaman að vera hérna og viss áskorun að sitja og geta ekki haft á það og geta eitthvað að fylgjast með þeim sem fær í kerfi. Þetta er rosalega skemmtilegt. Það sem ég ætla að gera er að taka þetta saman og kannski búa til aðeins mynd fyrir ykkur hvað Jensi var að sýna ykkur. En það að vinna með nýtt hæfnilega námsmat er náttúrulega gríðarlega spennandi verkefni. Og ég sé þetta sem svo mikið tækifæri bara fyrir Ísland. Ég er bara að horfa á það þannig. Það er okkar tækifæri til að bæta skólann okkar enn meira og í rauninni við erum bara að setja bara markmið að vera bara með besta skólakerfi í heim. Veistu bara svo er ekki sammála með þetta. Og það er ekkert að vera eitthvað að písa, ég er að það. Þetta er bara að vera hérna og bjóða fólk velkomið og skoða íslenska skóla. Það er svona, þannig sé þetta fyrir þér. Og við með þetta breyta námskrá, það þarf breyting, það þarf að breyta hugsun og að breyta yfir úr gamandi hugsun yfir í hæfnilega sem er að hafa hæfni, það er okkur tækifæri. Þetta er fræn erfitt og það vera margir fundir og það er fullt að allir hafa nóg að gera, en ég sé þetta alveg svona, þannig að vinna við þetta er svakalega skemmtilegt. Það sem við erum líka að gera, við erum að hafa fleiri lönd sem er nákvæmlega sömu stöðu og Ísland. Við erum náttúrulega búin að fylgjast með innleiðingu í Svíþjóð á námskrá sem er mjög lík íslensku námskráni. En við erum líka fylgjast með stórþjóð eins og Bretlandi sem kemur með nýja námskrá, 70 milljón manns og segir hérna er ný námskrá, hérna ný markmið, en það kemur ekki út hvernig á að meta. Þannig að það sem maður sér í þeir eru að reyna að taka nýju námskrána og setja inn í gamla leiðir eins og það voru að vinna. En það er ekki það sem við erum að gera, þannig að það er fleiri lönd sem eru svolítið að fóta sig. Við lærum náttúrulega mikið þessu, við erum líka að læra mikið af Svissurunum sem eru mjög nákvæmir. Námskráin þeirra sem er frá 1. bekk upp í 10. bekk og ef við hugsaum markmiðin, það eru, hvað er það sem eru markmið? Við vorum að setja svissnesku námskrána inn í kerfi. Þetta er spurning þessi. Hvað eru mörg markmið sem að Svissararnir vinna eftir í öllum greinum? 370, 500? Nei, greinir 1. til 10. bekk. Já. 8.000. 8.000 slíkt sem að þeir gera áður en að nemandi útskrifa. Þeir eru með þetta að skipa. Þannig að þeir eru með 8.000 markmið, síðan þeir eru með aftur svipting til þeim, það er svona stærri, það eru náttúrulega mannsvinnir og síðan hvað þess að á að meta. Þannig að allt er þetta misjafnt. Bretarnir eru líkir okkur varðandi, það má segja það líka með Svíþjóð að breytingin er að vera að leita þekkingu yfir, eða þekkingu og próf yfir í það að nemandi virkilega skilji það sem hann er að læra. Og hann getur þetta ekki nóg með bara að geta endursagt og skrifa á prófi, hann þarf að taka þessa þekkingu, geta unnið með hana, geta gert eitthvað við hana og yfirfært yfir nýja hluti. Þannig að Bretarnir eru mikið að tala um mastery learning
og það er í rauninni eins og hjá okkur að allir náu í B-inu og síðan fara þeir yfir í A hjá þeim er seeking expectation. Þannig að allt er þetta saman. Þannig nú er ég að segja fleiri sögur. Þetta er vel þróunarstjóran og verið þróunarstjóran, þannig að þetta. En þetta vonandi hjálpar okkur í því sem við erum að gera. Ég ætla aðeins að byrja, þetta var akkurat því. Ég ætla aðeins að byrja að vera pínu mont. Ég er svo svakalega montinn á þessu fólki sem er að vinna saman af þessu kerfi. Þetta er samanstendur af sérfræðingur frá 5 löndum og saman erum við öll að fást við það saman. Það snýst það, hvernig getum við aukið árangur í skólastarfi, hvað getum við gert til þess að einfalda daglegt líf kennara og veita skólastjórnendum upplýsingar til þess að geta tekið ákvarðanir að bæta skólastarfi. Þetta við erum að tala aðstæðingar saman, þó að við þurfum að útfæra hlutina aðeins mismunandi eftir löndum. Ég er líka mjög montinn af því að við erum tilnefnd til Beck-verðlaunanna og það er annars skiptið, við erum líka tilnefnd til fyrra og þetta er náttúrulega eftirsóttistu verðlaun bara í okkar geira, þannig að nú erum við náttúrulega að vinna. Við erum mjög vissi fyrra þau unnum ekki en þeir sem koma á Beck, ef einhverjir eru að koma á Beck endilega komið á standun okkar B200, við erum þar með 4 öðrum íslenskum fyrirtækjum. Þannig að það verður fjör þar. Þetta er standurinn okkar. Norður EdTech, Inspired by Iceland. Og sjálfsögðu norðurljósin. Þannig að þetta verður áhugavert. En ég ætla aðeins að taka saman það sem þau var að sýna ykkur í ákvæðaskóla. Þannig að reyna aðeins að sýna ykkur hvernig við erum að hugsa. Nýja kerfið er sérsniðið utan hæfni við námsmat. Samskipti við heimilin. Það sem við erum að hugsa er að þetta sé passa vel fyrir spjaldtölvur, að þetta passa vel fyrir snjallsímana og sérstaklega fyrir nemendur og þannig að við rauninni fórum í endurskoða þetta kerfi árið 2011 og erum búin að vera mjög uppbyggin í því og það er þessi kynnslu sem ég er að koma í brúni. Þetta var eitthvað skrítið að hlæja á mér. En já, þannig að kerfið samanstendur og stóra myndin er að við annars vegar getum við skipulagt ykkar kennslu, við skipulagt námskrá skólans, hvernig við að kenna hvaða hæfniviðmið inn í kerfinu. Ég svo sem alltaf ekki sýningu það í dag, en það er mjög einföld leið að sortera rauninni, að velja hæfniviðmið niður á skóla á. Það er þessi daglega starf kennarans, samskipti við nemendur, svona, í námslotunum sem ég var að sýna ykkur og símatið og síðan námsmatið, þess að bæði lokamat og símatið. Þetta er svona þessi stóru hlutverk sem að kerfið á að skila ykkur. Ég ætla að fara aðeins inn í námslotur og að útskýra hvernig við erum að hugsa þetta. Þið sáu þetta áðan, en auðvitað var það svolítið erfitt að sjá svona í kannski fyrsta skipti, þess að sjá í fyrsta sinn. En í námslotunum þá er hægt að taka saman, það kemur allt saman inn í námslotuna. Allt sem kennarar eru að vinna með. Í gamla kerfinu fóru inn í mismunandi einingar, en við tökum okkur saman inn í námslotuna. Þannig að það er námsefni, það eru markmiði, það er námsáætlunin og svo framvegis. Við byrjum á því að, eins og þið sáðu á, að velja hæfniviðmið. Hvaða hæfniviðmið á að velja inn í námslotuna. Þannig að kennarinn velur hæfniviðmið inn í námslotuna. Hann velur síðan matsviðmið. Hvaða matsviðmið er að vinna með inn í námslotunni. Þetta er það sem hann á að vera að kenna. Nú er ég að 10. bekkinn. Stundum er hann bæði að kenna hæfniviðmið og meta þau, eins og við tölum í 5. bekkinn hérna í ákvæðaskóla. Og síðan er þetta lýsingin á hversu vel hefur nemandi hæfnina á autismu. Þetta velum við inn í námslotuna og þarna tvinnast þess að saman námsefnið,
Það er hægt að setja linka, það er hægt að setja skjöl, það er hægt að setja myndbönd, það er hægt að tengja verkefni og búa til verkefni og setja þau inn í nótuna. Þetta er rauninni hvernig ætlar nemandi kennarinn að þjálfa þessa hæfni inn í námsgötunni og það verður til eins konar verkefnabók og síðan er þetta samskipti við nemendur þarna inni líka. Þannig að það er rauninni allt á sama stað. Það sem gerir síðan er að inn í námsgötunni getur þú líka metið. Þannig að þú getur unnið með námsmatið inn í námsgötunni eða þú getur bara farið í lokin inn í námsgreinunum og metið þar. En það er mjög þægilegt að meta inn í námsgötunni því þá er ég bara að meta þau verkefni sem ég er að vinna með og þau matsvinni sem ég er að vinna með. Þannig að inn í þessari námsgötu voru kannski þessi 2 matsvinnir og þá get ég sagði já, hvernig stendur nemandinn og svo smám saman í næstu notu þá er ég vinna með fleiri matsvinnir og notabene þetta getur verið fleiri en ekki námsgrein, það getur hægt að samþætta og 3. lota og 4. lota og smám saman byggist upp þessi mynd af hæfni nemandans. Þannig að það er náttúrulega að tvinna þessi svona inn í daglegt einfaldar námsmatið í staði fyrir að koma í lok annar og horfa á matsviðin og hugsa hvar stendur nemandi. Þannig að í lokin er komin þessi mynd á nemandanum. Þetta er rauninni svolítið að sýna hérna áðan. Þetta er tiltökukerfinu, ég sýni það betur. Þannig að í staðinn fyrir að vera með yfirstrikun og penna inn í námskránni að þá er þetta útfært að svona í kerfinu. Þannig að smám saman byggist upp þessi mynd. Þetta er ekki svona nokkuð skipt, þetta er svolítið svona punktasaumur. Ef við skoðum þá íslenskuna að við erum búin að brjóta niður matsvið með aðalnámskrárinnar. Í staðinn fyrir að lesa þennan langa lista þá brjótum við matsviðið niður. Það er hægt að tengja verkefni. Ef við tengjum verkefni á matsviðið þá er það rökstuðningur fyrir námsmatinu. Sýnum ykkur þá eftir. Og síðan er hægt að tengja sýnishorn, taka myndir af verkum nemanda, setja inn skjöl eða hvað það er til þess að styðja við námsmatið. Þannig að þessir fagmenn hafi góðan rökstuðning fyrir því að þetta er mat á hæfni nemandans. Ef við skoðum þetta, ég veit þetta er svolítið smátt en mér langar að sýna þetta er rauninni, íslenskan, matsviðið fyrir 8-10 bekk og það sem að gerist í gegnum námsstofuna er að ég er að meta hvernig stendur hann í þessum matsviðum sem ég var að velja. Ég get sagt hæfni ekki náð á góðri leið eða hæfni náð. Við getum bara haft hæfni ekki náð hér. Það er ekki hægt að hafa rautt hérna af því að þá ertu bara í C-inu. Og undir liggjandi er svona, þannig að ef ég smelti hér á grænt, þá verður þetta grænt. Við erum að reyna að hugsa að hækka hérna smellina fyrir kennarana. Hér get ég sett inn umsögn, þannig að það er ekki bara að segja þetta er að sýna C-hæfnina, ég get sett inn umsögn. Ég sá svolítið flott í Bretlandi þá það er skóli sem er að nota menntakerfið, mjög flottur skóli með Goldsmith, útkerfið Birmingham. Og þetta er svona saga af skóla þar sem að kemur í skólastjórnandi og umbreytir skólann. Frá því að vera svona skóli sem var langt undir meðaltali og hér var svona vangaskóli yfir það að það kemur allir inn og það er bara gæs og það er svo gaman að sjá orkuna og túna í augum bæði nefnda og kennara. En þar var kennari sem talaði bara við símann sinn. Þannig að hún fór bara hér inn í umsagnir og svo bara tala umsögnin inn. Við það skilja stjálfsímanir betur ensku en þetta hafi við aldrei átt að gera þetta svona. Þess að við gerðum líka í þessu skóla að við vorum við uppsvingt matið og nemendur komu sjálfir og ákváðu hvort þið varum með rautt eða grænt eða rautt og mátu sér sjálfur. Þetta var bara uppi á snertitöflu og í hverju kennslustund, í lok kennslustund fóru upp og voru að meta sér sjálfur.
Ef að þeir voru komið grænt, þá náður þeir kenna og segja, ég get þetta. Og þá fengum verkefni til næsta. En það var mjög snúður. En það er ekki að setja þessi umsagnir, það er að setja sýnisvald af verkefni nemenda. Eins og segir að það setja hérna skjöl. Hérna sjáum við söguna, það var spurning sem kom á það. Af því að það er að vinna með þessi ákveðnu matsviði, þá gerist það náttúrulega þegar við að meta oft. Það er ekki bara í eitt skipti, allavega ef þetta er notað inn í símantið og þá er hægt að sjá hvernig er sagan hjá nemandanum í þessu mati. Það er kannski margir kennarar með það. Og síðan getum við séð þau verkefni sem eru tengt þessu matsviði og hvernig stóð nemandinn stóðan sig í þessu verkefni. Þannig að þarna erum við rökstuðningi fyrir námsmatinu. Það sem gerist þá hér á bakvið, þetta er inn á svæði nemandans og með því að vera að vinna í námslotunum að þá, eins og ég sýndi á smám saman, verður til mynd af hæfni nemandans, það byggist inn á þetta. Við getum við með gult hér og gult hérna og sem verður þetta grænt. Og í lok tímabils þá verður til svona mynd af hæfninni. Þarna erum við uppi líka til þess að geta sagt meira. Þarna erum við með framvindu. Við getum við með nemanda sem er kannski eitthvað í D-hæfni eða D+ en hann er bara ekkert að leggja á sig. Þá er hægt að nýta þetta í framvindunni. Það er líka hægt að nota framvindu sem forspárgildi og þetta hefur við næst af Svíunum. Þeir bara ákveða kannski í dag, 1. október, fara til kennararinn og setja meta nemendur. Er í hættu að viðkomandi nemendin áður til lágmarkshæfni. Og þetta er tölfræði sem er mjög áhugaverð. Að horfa aðeins fram á við þetta ekki bara í útkomu annarinnar. Er ég búin? Sjáðu þið, þannig að svona byrtist, svona verður myndin til með því að vinna með til námslotum. Það er líka hægt að fara bara beint inn á þetta og meina nemendur. En út frá þessu er síðan hægt að taka ákvörðun lokamat. Þannig að hér sé ég til dæmis að nemandinn er með allt grænt í C. Hann er með meiri, allt grænt í D, við ímyndum okkur í veit með fleiri komið þetta fyrir. Og hann er komin að góða leið í A-inu. Það er meiri hlutinn grænt í A. Það sem kennar það síðan að skoða er á þetta með rökstefnur, voru þetta bara einhvern lítil verkefni sem við erum kannski ekki að segja nákvæmlega að þetta sé svona. Hann getur það bara ákveðið að þetta eigi ekki að vera þetta græna. Þannig að þetta er þetta faglega mat kennast í lokin og þetta er rökstuðningurinn til þess að gefa þá lokamat. Þessi væri þá B+, við að fundum að vögum á stöðuna. Og þá er hægt að rökstuða þetta með því að sýna verkefni sem að skila þig, með því að sýna umsagnir, með því að sýna dæmi verkefni nemanda, dæmi ritgerðir og svo framvegis. Þannig að B+ er ekki bara svona einhver tala, þetta er á bakliða. Inn í hverju er þetta? Já, þetta er hvað í kerfinu finnum að þetta er innan hjá nemandanum. Inn á nemandaskjaldinu. Þetta var þá spurning, hvað er það sem þú sér inn á nemandaskjaldinu? Þannig að þetta er svona til að gefa þessa mynd. Við gefum það spurningu á því ef að sama hvernig við erum síðan grein, það sem við sambóðum. Já. Og veitkennan er að metta í trúarbröðum og annar lífsleifni, en er að nota sama greinni. Já. Hvernig sjá þetta? Við það er að fá Þetta voru matsviðmiðin. Já, þú getur þá bara skrifa. Þú skrifa við og þú getur hvað þú ert að meta. Þannig að þú getur það velja annar bekkir og segja skrifa. Já, þannig að ég er ekki góða samskiptaður og trúarbröð og lífsleifni. Veit ég alveg að við erum að vinna þetta sama viðinu? Þú sér það náttúrulega, sko, það er hægt að sjá yfirleitt, já, það er hægt að sjá yfirleitt í viðinu. Ég skal segja þetta. Já. Já.
fyrir aftan. Ég ætlaði að þessi áhugaverð hérna. Hvað segir rauðin? Þau búið það veginn. Ég sé. Það meina við. Hérna er ég komin inn í hugsunin er að hér inn á forsíðunni hafi ég nánast allt sem ég er að vinna með. Að ég þurfi bara að fara þessi eitt klikk í fyrstu. Hérna fæ ég upp stundatöfluna mína, ég fæ beintin í ástundun. Þetta er mjög mikilvægt og þeir sem eru byrjað á kerfi í mælum með þessu að setja bókamennkin ykkar inn. Þetta spara svo leiðirnar. Hvað er þið að vinna mest í og þá getur þið ákveðið það og setja það inn þetta sjálf með því að setja inn bókamennkin. Hér fæ ég bókana mína. Ég get farið, eins og segi, ég get farið beint inn í námsmat og farið að meta hæfniviðmið í íslensku án þess að fara gegnum noturnar. Eða ég get farið inn í námslotu og þá er ég bara að velja kannski nokkur matsviðum. Þannig að það eru nokkrar leiðir af þessi námsmatinu. En hérna varum við að tala hvað þetta er inn á nemendasvæðinu, námsmat nemenda. Þannig að kerfið er uppbyggt þannig að við tengjum allt saman. Þeir eru búin að tengja námsefni, þeir eru búin að tengja verkefni á matsviðið, þeir eru búin að tengja inn í námsloturnar. Að næst þegar þið veljið hæfniviðmið þá fáið þið upp verkefni sem að er tengt í matsviðinu. Þannig að hugsunin er að tengja saman í kerfinu og tekur þetta tíma að setja þetta inn. En þegar þið komið inn, það á að vera gríðarlegur vinnuspartner. Það er skóli sem er að nota kerfið í Bretlandi. Þeir byrjuðu aðeins á undan af því að þeir fóru ekki gamli kynsluna í 9, þeir fóru beint í 9 og þeir meta það sem svo að þeir eru að spara 50% af tímum kennara sem fóru í áætlanagerð. Því að nú er þetta allt á sama stað og allt tengt saman. En ég ætla að fara hérna inn í nemendan, námsmat nemenda. Þannig að ég var sýndur á hann. Þannig að svona lítur þetta út. Og þetta er svæði nemendana, eins og sjáum við fleiri matsviðmið. Ég ætla líka að sýna ykkur að því að eitt er að vera með einn nemanda, það er náttúrulega mikil vinna að opna alla nemenduna. Ég ætla að sýna ykkur hvernig er hægt að vinna með hóp sem ég ætla að sína. Ég get farið hérna beint inn í lótuna mína, hvort sem er inn í kennsluáætlanir eða inn í námsmat. Hérna er ég til dæmis með íþróttarlótu. Ég fengið góðan íþróttakennara sem að setti allt sitt efni, og hún er hérna á þetta. Setti allt sitt efni inn í kerfið og við erum bara að fá mikið að endurgjöf frá henni hvað við getum bætt og hvernig þetta er allt saman. Og hún setur þetta niður í lótur og jáfnvel niður í kennsluáætlanir. Þarna erum við að vandræðast með íslenskuna af því allir hugsa kennsluáætlanir núna sem stóru áætlanina og okkur vantar betur orð. Þetta er svona minni tímabil. Ég get tekið námsplótuna og segi eins og Metta gerir, hún er með boltatímabil, hún er með útihlaup og brotið íþróttirnar niður í styttri tímabil. Það er kennsluáætlanir heitisvætti okkar. Ég held við þurfum að breyta því náttúrulega. En ég ætla að fara hérna að við erum búin að tala íslenskuna. Við farum inn í námsmatnum fyrir í bókamassu og til að sjá hvernig hægt þetta er C-hæfni, B-hæfni og A-hæfni. Ég geti valið alla og segjum að þetta er bara að það er allir komnir í C-hæfnina og þá fyrst að stikla. Þetta fer allt síðan inn á nemendaspjaldið, þannig að smá saman byggist við takninga. Og þetta var að sína á það mikið áttið að sjá bara verkefnin eða námsmarkmið
eða það er matsniðurinn. Og hérna getur við séð umsækningar, umsækningar eða þá eitthvað sem stefið við námsmat. Þannig að við erum alltaf að reyna að flýta fyrir ykkur í ykkar vinnu, að þið getur sagt ég ætla að taka mynd af verkefnum nemenda og setja það á bakvið námsmatið og hérna fekk þeirra á aðkombekkir. Það sem ég ætla líka aðeins að sýna ykkur, þannig að þetta er bara því sem var spennandi að skoða. Þetta sýna ykkur annað sem er áhugavert og er nýtt hjá okkur, það er námsmappan. Mjög einföld leið í að setja inn svona fyrirmyndaverkefni nemandans og þetta styður líka við námsmatið. Þannig að kennari geta farið og sett inn myndir, myndbönd eða skjöl inn í námsmappuna og þetta er sýndarverkefnisvæði nemandans og rafræn námsmappa. Þannig að þetta er ýmsum möguleikar. Það sem ég langar að segja varðandi innleiðinguna, við erum með í rauninni nýtt kerfi. Já, við erum með nýtt kerfi. Ég var kannski að fá með nýja tölvu eftir þetta fyrirlestri. Það þarf að vinna í þessu, þetta er ekki bara að opna og þið bara finna út úr þessu. Það þarf að hugsa innleiðinguna. Ég held að það sé lykillinn hérna í Árbæjarskóla að því bæði þetta breyting á vinnu aðferðum, þetta breyting á hugsun, hvernig hugsanum námsmat og breyting á ferlum, þannig að það tekur tíma, innlegging tekur tíma og þið lendir í vandræði, það er bara svolítið, í breytingastjórnum. Þannig að það er hluti af þessu. Já, í breytingastjórnum þá er þetta gjarnan, það eru ýmsir sem eru með svona, byrja svona í mikilli jákvæðni, aðeins og úræður bjartsýni og lenda síðan í raunveruleikasökkinu og síðan tekur smá tíma að vinna sig upp úr þessu. Þið kannast kannski við þessar myndir, er þetta ekki svona? Það er yfirleitt svona og aðrir taka einhverja séns og byrja bara og í gegnum jákvæði þá náttúrulega verður smá jákvæðni en svo I told you so, raunveruleikasökki, en þetta tekur alltaf smá tíma. Innlegging tekur tíma. Þetta er breyting. En þetta er svakalega spennandi breyting. Þetta er bara vonandi allir saman á því. Tækifæri. Vaka.